Góðan daginn allir. Gaman að sjá ykkur og takk fyrir komuna. Eins og Friðfinnur minnst á kem ég frá Bandaríkjunum. Ég er búin að vera úti í 6 ár og þar er ég búin að vera 3 ár í bandaríska orkumálaráðuneytinu. Og við erum teymi af ca. 15 ríkisstarfsmönnum og svona 5-6 verktökum sem að stjórnum jarðvarmarannsóknum sem styrkt eru af alríkinu. Og þannig að mér langaði bara svona að gefa yfirlit. Það er búið að vera svo mikið í gangi seinni ár, sérstaklega með björgunarpakkanum og bara árlegum fjárveitingum að gefa smá innsýn í það, ég var stödd á landinu í fríi. Þannig að ég ætla að segja ykkur aðeins frá bandaríska samhenginu og setja aðeins orkumálaráðuneyti á Íslandi virkar aðeins öðruvísi en ráðuneytin hér held ég og tala svo jarðvarmadeildina þar sem ég vinn og svið hennar og rannsóknir sem við svona gefa nokkur dæmi af rannsóknarverkefnum og svo tala örstutt framtíðina og ef þið viljið meiri upplýsingar og e-mailið minn ef þið viljið spyrja mig fleiri spurningar seinna meir. Mér finnst alltaf gaman að setja upp þessa glæru og ég er ekki svo eina. Orkumálaráðherrann okkar, Dr. Chu, sýnir alltaf þetta þegar hann er að reyna að fá fjármagn fyrir orkumál í Bandaríkjunum. Það sýnir hvað umskipti í orkumálum taka langan tíma. Það tekur um 50 ár að breyta orkuiðnaðinum í Bandaríkjunum. Og eins og við sjáum 1870 þá var aðalega viður notaður í frumorkunotkun Bandaríkjanna. 75% af allri orkunotkun viður var notaður í það. Og það var ekki fyrr en 1930 þegar kolanám hófst 1850 þá tókst ekki að ná alvöru inngöngu inn í markaðinn fyrr en 50 árum seinna. Svo sama olíu- og gasvinnsla hófst 1930 og aftur 75 ára áður en að tæknin náði að ná þeirri framvindu. Og nú erum við komin á nýja breytingastigið að byrja með kjarnorku og endurnýja orkugjöfum og við erum að vona að eftir 50 ár þá verðum við búin að breyta orkukerfinu aftur. Og svo til hægri á glærunni sjáum við vöxt endurnýjanlegra orkugjafa síðastliðin ár í Bandaríkjunum. Og sólarorka er búin að vera að vaxa þó að það sjáist ekki, þetta er bara alltaf svo lítið sem kemur í kilowattstundum frá sólarorku. En jarðvarmi hefur haldist frekar stöðugur og aðalega þá Geysers svæðið í Norður-Kaliforníu sem hefur alltaf bæði framleitt mikið, svo datt aðeins framleiðsla niður þar og þá kom framleiðsla annars staðar í Bandaríkjunum. Annar lífseldsneyti og viður og svo er vindur búinn að rjúka upp síðastliðin ár. Þeir eru með skattaívilnanir sem hjálpa þeim meira en jarðvarmaiðnaðinum út í að bandarísk stjórnvöld eru ekki mjög góð í að hafa skattaívilnanir sem vara í mörg ár og vindur er fljótari að byggja upp orkuver heldur en við erum. En forsetinn styður vel á bak við endurnýjanlega orku þó hann ná ekki alltaf öll í gegnum þingið sem hann vill og það hefur sýnt sig með bæði fjárlagsbeiðnum hans seinastliðin ár og það sem hann segir í ræðum sínum og hann gerir mikið í því að heimsækja orkufyrirtæki og tala um orku og velur lykilmenn í ráðherrastöður sem eru góðir talsmenn orkunnar. En orkumálaráðuneyti í Bandaríkjunum gerir ekkert með reglugerðir eða neitt þannig. Þetta snýst rannsóknir, vísindi og svo kjarnorku sem tekur þriðjung fjárlaganna okkar. Og það er að hraða umbreytingu orkukerfisins og tryggja forystu Bandaríkjanna. Það er mikið talað að tryggja forystu Bandaríkjanna, við þurfum að vera betri í framleiðslu og í orkutækni allri. Fjárfesta í vísindum, það er alveg heil deild sem sér vísindi sem eru ekki komin á þróunarstigið eða verkfræðistigið þar sem þú getur gert eitthvað með þau en svona það basic research sem við þurfum til að ýta þessu áfram. Og svo snýst þetta kjarnorku öryggi, minnka útbreiðslu kjarnavopna og svo sjá hreinsun og umhverfismál sem það sniður og ef þið fylgist eitthvað með kjarnorkumálum og úrgangi þá er ekki ennþá búin að finna lausn fyrir kjarnaúrgang Bandaríkjanna þó við sem búin að vera framleiða kjarnorku í 10 ára. En deildin kalla það deild eða svið sem ég vinn á er endurnýjanlega orku og betri nýtni sviðið. En það eru 11 deildir innan þessara sviðs
Það bæði endurnýjanleg orka, það sólarorka, vindorka, lífeldsneyti, jarðvarmi, vatnsorka og svo vetni og efnarafalar. Svo líka stórt svið sem orkunýtni, það snýst betri byggingar, það einangrun húsa, það aðalega verið að einangra betri hús fyrir lágtekjufólk, farartæki, bætt framleiðsla og svo ríkisorkustjórnun eða orkunotkun alríkisstofnana, sem sagt að minnka hana og gera hana endurnýjanlega. Árið 2011 fóru 1,8 milljarðar bandaríska skatttekna í þessa vinnu. Jarðvarmi fekk 2% af því og svona í minni hluta af þessu. Og það snýst aðeins hvað pólitíkin þar hvað orkuforðinn sem jarðvarmi getur gefið og hvernig hann búinn að vera að vaxa síðastliðin ár. Og það vinna 720 ríkisstarfsmenn í þessum deildum og svona annað eins af verktökum örugglega, kannski aðeins minna. Og já, ég minntist ekki á það, ég ætlaði að segja að í orkumálaráðuneytinu sjálfu þá eru 16.000 starfsmenn, ríkisstarfsmenn og 100.000 verktakar. Þannig að ég hef aldrei unnið í jafn stóru batterí áður og það mikið af stjórnlögum þannig út allt. En ef við tölum aðeins orkuforðann sem í jarðvarma, þá þetta byggir á skýrslu sem kom út frá United States Geological Survey 2008 og sýnir bæði þessi svarta og bláa línan eru hefðbundin jarðvarmakerfi, þar sem þú ert bæði með vatn og lekt og hita. Þar eru fundin kerfi sem segja svæði sem við þekkjum 9 gigavatt og þar búið að setja 3 í framleiðslu. Ófundin kerfi 30 og þeir vita ekki hvar þau eru, þetta eru líkindareikningar sem segja 30 gigavatt af ófundum hefðbundum jarðvarmakerfum. Og svo örvuð kerfi eða EGS, þið sjáu þetta lógaritmískur skali hérna á botninum, það eru 518 gigavatt og þetta bara fyrir 13 vestustu fylkin. Þannig að ef örvuð kerfi virka og við getum gert þau alls staðar, eins og ráðuneytið vonar, þá þessi tala hærri. Það sem við þurfum til að skipta máli í Bandaríkjunum, og ég sýni þetta augnablik, að setja svona 30 til 100 gigavatt inn á kerfið. Þá erum við farin að skipta máli í prósentum og sjást á skífuritum. En við tala aðeins bara iðnaðinn í Bandaríkjunum. Það eru uppsett all, eins og ég sagði, 3000 megawatt. 97% þeirra í Kaliforníu og Nevada. Þetta byrjaði allt í Kaliforníu með Geysers svæðinu, en mesta uppbyggingin í Nevada núna. Það voru komin 5 ný orkuver gangsett frá 2011 til 2012 og sumt af þessu eru viðbyggingar við núverandi orkuver. Það eru líka 147 staðfest verkefni í gangi á mismunandi stigum. Á þetta uppsett afl 4000 til 4500 megawatt og þau eru í 13 fylkjum og þá sé ekki hægt að lesa kortið á sína litinir hvar þessi verkefni eru, hvar framleiðsla í gangi og hvar verkefni í gangi. Og svo setti ég bara aðeins jarðvarma hitaveitur, við vinnum ekki mikið með þær í ráðuneytinu, en það ekki mikið af þeim í Bandaríkjunum og það eru venjulega litlar og þjóna oft bara einstökum hverfum í borgum eða bæjum eða nokkrum húsum eða einu fangelsi eða eitthvað svoleiðis. Já, ég ætlaði bara, og meðan við uppsett afl á Íslandi, það 276 megawatt fann ég á Orkustofnun, þannig að setja þetta í samhengi við. Markaðurinn sjálfur eða bransinn, það eru orkufyrirtækin, það eru þjónustufyrirtæki ýmiss konar, það eru háskólar og þetta eru aðal viðskiptavinir okkar og svo allríkis rannsóknarstofur og það eru 10 sem að gera rannsóknir í jarðvarma núna og eru út öll Bandaríkin og þar eru ríkisstyrktir rannsóknarmenn og konur að vinna að ýmsum málum og þeir leggja inn styrkumsóknir og við fjármögnum það sem á við. Svo yfirmaður minn kemur frá olíu- og gasiðnaðinum og hann búinn að vera hjá okkur í ár og við setjum oft, þar sem við vinnum bæði olíu og gas og jarðvarmi undir jörðinni og setjum við okkur stundum í samhengi við þá og þetta graf sýnir þetta Apache og Enron og Marathon, þetta eru allt olíu- og gasfyrirtæki, lítil til miðlungsstór olíu- og gasfyrirtæki og þau eru svo dökkblá borin saman við jarðvarmafyrirtæki sem eru rauð. Bara til að sýna hvað lítil og miðlungsstór olíufyrirtæki eru samt miklu stærri heldur en jarðvarmafyrirtækinu. Ormat stærst af þessum. Ég tók ekki með Kalkbæn sem til dæmis í Geysersvæðinu, það aðeins stærra og gerir meira. En það milljarður.
en þetta eru allt upp í 10.000 milljónir og 20.000 og Apache og það sem ég finnst merkilegt að ég hef ekki heyrt nema helminginn af þessum fyrirtækjum en samt eru þau svona stór og við reynum að vinna strategist í því að fá þau aðeins meira inn í jarðvarmaðinu að nota bæði þekkinguna og peningana sem þau eru með til að ýta jarðvarma áfram. Þetta er sem sagt orku mixið í Bandaríkjunum. Þetta frumorkunotkun Bandaríkjanna. Sjáið þá jarðvarmi bara 0,3% þó við séum með 3000 megawatt í gangi. Það aðal orkugjafarnir eru jarðgas og kol og það er mikil pólitísk stefna að reyna að ýta kol úr sessi út því að það er mikil kolanámi vinnsla og þar af leiðandi störf í mörgum fylkjum og til dæmis Vestur Virginia er mikið kolasvæði og mikil pólitík að sé bara kol þar. En það hefur fundist núna svona heitt svæði sem ekki fyrir hefðbundin jarðvarma en gæti verið fyrir örvukerfi. Þannig að aðeins að komast pólitískur svona áhugi á áhugaverðum stöðum jarðvarma og það er eitt dæmi. Og svo bara hráolía fyrir farartæki og svoleiðis. Og ég setti þetta aðeins í samhengi við Ísland. Það er 300 sinnum meiri orkunotkun í Bandaríkjunum heldur en á Íslandi en þó við séum með minna jarðvarma og við erum náttúrulega með hitaveitur og líka þá skiptir það miklu meira máli hér. Og það svona segir líka aðeins til vitundina hjá Bandaríkjamönnum jarðvarma. Meira segja þegar maður talar við þingmenn Kaliforníu fylkis, innanríkis fylkis þingmenn, ef það hefur heyrst að maður segir við þá talar jarðvarma og þeir segja já það frábær hugmynd en við erum ekki með neitt jarðvarma í Kaliforníu. Þannig að þar sem okkar verkefni er að þróa tækni, þá skiptir máli að pæla í hvort að tæknin getur breytt þessu og sett meiri jarðvarma inn í kerfið. Og þetta nýsköpun í leirsteinsgasi. Ég þýddi þetta frá shale gas, ég vona að ég hafi gert það rétt, en þetta sýnir sem sagt þróun framleiðslu leirsteinsgas í Bandaríkjunum og fyrir bara nokkrum árum þá fluttu Bandaríkjamenn inn gas til að hita hús og búa til rafmagn en núna eru þeir að fara að búa sig undir að flytja út gas og þetta var eitthvað sem enginn gerði ráð fyrir, allar framtíðarspár bentu til þess að það er bara aukinn innflutningur á gasi sem að kemur að orkuöryggi þjóðarinnar og skiptir miklu máli en það voru nokkur fyrirtæki sem voru að vinna í leirsteinsgasi og þetta gerðist mjög ört. Það var 2001, þá náðu 24% af gasinu upp úr lögunum og voru bara með hratt flæði með íbæti efnum í. 2004 þá voru þeir konum með láréttar holur og voru farin að örfa 2-3 sinnum á hverja holu og svo jókst þetta upp í 6-8 og 16 örfarnir og holur er núna bara mjög algengt og þau ná 12-30% af gasinu og þetta borgar sig hagkvæm kostnaðarlega og öll framleiðsla hefur rokið upp úr öllu valdi. Það hefur verið að bora alls þar Bandaríkin, jafnvel kannski of mikið, en nú eru þeir að fara að flytja út gas. Og þetta hefur bæði áhrif, þetta sýnir hvað við getum gert, en að samaskapi er gas orðið mjög ódýrt í Bandaríkjunum, þannig að við þurfum líka að keppa við lægri kostnað heldur en við gerðum áður. Til að sýna hvernig ríkisfjármagn skipti sköpun í þessu máli, þá frá 1979 til svona 1995 þá var ráðuneytið að styrkja rannsóknir í þessum efnum. Það var engin annar sem hafði áhuga á þessu. Þetta trúði enginn að þetta myndi gerast. Yfirmaður minn, hann vann í olíu- og gasiðnaðinum eins og ég sagði og hann talaði við mennum þetta sem unni í bransanum og þau segja, nei, þetta mun aldrei virka, þetta út í hött. Það er bara eitthvað, það eru vitleysingar sem eru að standa í þessu. En allir þeir menn brosa núna því að þetta svona sýnir hvernig skapaði grunninn með ríkisstyrkjum og svo eins og ég talaði þá hefur þetta rokið upp. Og til að gefa eins svona tónin hvernig við skipuleggjum okkar deild, þá sýni ég líka fleytikúrfur úr Norðursjó. Það eru sem sagt, þetta er framleiðsla af olíu úr Norðursjó og sýnir hvernig hún hefur komið í svona stökkum og það alltaf þegar hún var að fletjast út, þá hélt fólk, já nú er olían að verða búin og svo kom einhverju tækniframfarir og aftur var hægt að framleiða. Og þetta eru kallaðar fleytikúrfur í olíu- og gasiðnaðinum. Við höldum að við séum á svipuðum stað í jarðvarma.
við erum sem sagt í nýsköpun við að finna ný svæði. Þessi 30 gigavatt einhvers staðar út í Bandaríkjunum en það ekki verið að finna þau núna. Þannig að ef við náum að þróa tæknina áfram til að finna þau, þá erum við komið fyrstu fleytikúrfuna okkar. Og svo ef við leysum EGS-gátuna og lærum að örva kerfi og búa til jarðvarmakerfi, þar framtíðin. Og þar við verðum að sýna fram á að við getum verið með einhvern veginn með það mikið af gigavöttum til að fá eitthvað fjármagn í rannsóknir í Bandaríkjunum. Þannig að það sem sagt undirstaða jarðvarmadeildarinnar og ég ætla að tala aðeins um fjárlögin okkar og áherslunar. Þetta fjárlög síðastliðna ára. Við fáum $40 milljónir á ári. Við biðjum ennilega meira og því að forsetinn styður að við fáum meira. Í 2012 báðum við 100 milljónir en fengum 40. 2013 báðum við 65. Öldungadeildin búin að segja við megum fá 65 en fulltrúadeildin búin að segja við megum að fá 30, þannig að við lendum ykkur stað þar á milli. Árið 2009 hins vegar fengum við björgunaraðgerðarpakkann og það voru 400 milljónir og svo voru teknir nokkrir skattar af því, þannig að við gáfum út $364 milljónir í styrki og það þau verkefni eru ennþá í gangi. Þannig að við erum búin að eyða 50% af þeim pening, við erum búin að gefa hann allan út, en verkefnin eru ennþá að vinna í því að klára þeim pening. Og ég fer aðeins í svolítið af þeim. Og það aukin áhersla á örvuð kerfi hefur verið 2007 átt að leggja niður prógrammið út af því að það var búið að vera að vinna mikið í hefðbundnum jarðvarma og það var ekki komin út skýrsla frá United States Geological Service sem sýndi nógu mikinn orkuforða, þannig að það engin ástæða til að vera fjárfesta í þessu. Þá kom út mikil skýrsla frá MIT sem sýndi fram á hvað örvuð kerfi geta gert fyrir landið og þá fengum við aftur pening fyrir örvuð kerfi, svo með björgunarpakkanum og áfram höfum við komið hefðbundna jarðvarmanum inn líka. Við erum með dreifða áherslu milli skamm- og langtíma áhrifa. Við þurfum bæði að sýna fram á að þessi nógu mikil orkuforði til að þessi þess virði að vinna í þessu, en við þurfum líka að sýna fram á einhverja niðurstöður helst árlega svo að ríki haldi áfram að gefa okkur pening. Þannig að við erum í skammtíma verkefni verið að finna ný jarðhitasvæði og minnka áhættu og kostnaði því. Í langtímanum það IGS rannsóknir og rannsóknarsvæði og drífa áfram nýjar verkefnir og aðferðir. Við erum líka að kortleggja og bæta leyfisferla. Þó við gefum ekki neinn leyfi, þá hefur það ótrúlega áhrif á uppbyggingu jarðvarma í Bandaríkjunum hvernig leyfisveitingaferlar ganga fyrir sig og til að bæði á sýslu, fylkjum og alríkis. Þannig að við erum að reyna að kortleggja þetta og koma fólki saman til að bæta þessa ferla. Ég tala aðeins meira um það. Og svo samvirkni, samnýting með öðrum orkugjöfum, þá bæði sólarorku, olíu og gasi og öðru. Og síðan erum við, og ég tala aðeins seinna um verkefni sem að taka lithium úr jarðvarmavökva og við ætlum að byrja á næsta ári að skoða einhver önnur svæði í Bandaríkjunum fyrir utan Salton Sea svæðið sem það verkefni staðsett á sem að hægt að taka steinefni og vinna þau úr jarðvarmavökunum á hagkvæman hátt. Ég setti upp þessar spurningar, þetta eru ráðherrann sem fyrir ofan mig, sem ráðherrann fyrir endurnýjanlega orku og bætta nýtni. Hann sendi út þennan e-mail fyrir mánuð og til nú að fara útbúa alla pakka fyrir styrkumsóknir á næsta ári. Þetta eru spurningarna sem verðum að spyrja okkur áður við biðjum styrkumsóknir. Fyrst að segja, þetta áhrifamikið vandamál og þá það sem að tala orkuforðan. Getum við breytt hlutunum? Mun ríkisfjármagn breyta miklu? Þetta skiptir aðeins meira kannski í eins og faratækjaprógramminu þar sem eru stór bílafyrirtæki sem eru líka að vinna í rannsóknum og passa að vera ekki að gera nákvæmlega sama á þau. Erum við að skoða stóra samhengi eins og flestir vita þá koma nýjungar ekki alltaf frá stóru fyrirtækjum, heldur litlum fyrirtækjum og háskólum og nýju fólki, þannig að maður verður að vera opinn fyrir þessum nýju hugmyndum. Þannig að maður þarf að skrifa beiðnir styrkumsóknir bæði nógu nákvæmt til að þau nái þeim árangri og markmiðum sem maður vill en líka halda þeim opnum. Mun þetta vera viðvarandi efnahagslegur ávinningur fyrir Bandaríkin og þetta rétt hlutverk ríkisins sem skiptir miklu máli í Bandaríkjunum, sérstaklega á kosningaári. Ég lagði ekki að þýða þessa glæru út því að
ég var ekki með, þetta er gert í Acrobat og þetta var ekki í minni tölvu þannig ég þurfti að breyta lyklaborði samstarfs míns í íslenskt og segja henni hvar allir íslenski stafirnir væru. En þetta sýnir, mér langaði að sýna nú sýnir hvernig öll sviðin hjá okkur vinna saman. Við erum með hefðbundin jarðvarma og örvukerfi blátt. Við erum með greiningasvið sem styður allt og svo erum við með lághitasvæði innan hefðbundna jarðvarmans. Og ég sagði það ekki í byrjun, en ég stýri hefðbundna jarðvarma sviðinu og sýnir hvernig þetta vinnur allt saman. Við erum í örvuðu kerfum, til dæmis erum við að vinna í sporöfnum, við erum að þróa borbita, við erum að gera skjálftavirknismælingar, allt sem hjálpar líka hefðbundnum jarðvarma. Og samanskapi í hefðbundnum jarðvarma, við erum í fjarkönnun, við erum í jarðeðlisfræðilegum mælingum, alls konar hluti sem þú þarft líka fyrir örvukerfi. Og svo í greiningunni, þar eru kostnaðargreining, þar eru reglugerðir, þar er menntun og svo að vinna með alþjóðasamfélaginu. Þannig að ef ég tala aðeins meira sviðin og rannsóknirnar, þá og gefa aðeins dæmi það sem við erum að gera. Þannig að fyrsta lagi hefðbundin jarðvarmi og þar aðal áherslan á bættar yfirborðsrannsóknir. Við erum með svolítið vinnu í lághita og við erum með miklum pólitískum þrýstingi að halda því. Það eru hópar sérstaklega í Oregon sem vilja halda miklu vinnu í því. En það aðalega snýst tækifæri til tækniframvindu. Mikið af því sem stendur í vegi fyrir að lághiti notaður í Bandaríkjunum ekki tækni heldur bara hindranir í kerfinu og það búið að byggja upp hitun húsa og þú þurftir að setja það aftur í göturnar og fólk veit ekki hvað þetta er. Þannig að það eru meiri þannig hindranir heldur en tæknilegar. En í yfirborðsrannsóknum ennþá mikið hægt að gera. Við erum með 20 verkefni sem að prófa bættar yfirborðsaðferðir á mismunandi svæðum í Bandaríkjunum. Þetta í 7 fylkjum. Markmiðið sem við settum okkur var að reyna að staðfesta 400 ný megawatt fyrir 2014. Við erum búin að staðfesta 30 til 60 og það eru nokkur verkefni að bora á þessi ári og ég skal sýna ykkur þau á eftir. Við erum líka með yfir 30 rannsóknarverkefni í yfirborðsrannsóknaraðferðum og orkuvinnslu. Og þau snúast að minnka áhættu og bæta nýtingu. Það eru bættar jarðeðlisfræðilegar mælingar og úrvinnsla. Þetta eru verkefni sem voru veitt árið 2011 og eru núna að klára fyrsta fasa núna í desember, janúar. Það eru ný jarðefnafræðileg merki, eru einhver jarðefnafræðileg merki sem við vitum ekki af ennþá og sem hægt að finna svæði sem ekki með hveri eða eldfjallón á sér eða eitthvað sem við köllum þau blindsvæði og bætt greiningagna, andhverfing og svoleiðis. Og svo ný og bætt borkerfi, eins og þið vitið þá borkostnaður mjög mikill og við erum að reyna að lækka hann og við reynum í þeirri portfólíu að bæði vera með aðferðir sem að bæta vinnsluna og bora hraðar og betur en líka verkefni sem eru svolítið hugsa út fyrir kassan og eru allt öðruvísi og það ekki víst að þau virka en ef þau virka þá munu þau breyta miklu. Og svo nýjir vinnuvökvar og bætt kælikerfi, við erum með smá vinnu í því og ég minnist það nokkur verkefni eftir. Og svo orkuframleiðsla úr jarðvökva sem minna 300 gráður C, þannig skilgreinum við lághita hjá okkur og það við erum með 17 verkefni sem voru veitt með björgunargerðarpakkanum á 2010 sem eru að framleiða orku, annarkvort lághita orkuver og svona bottoming plants eins og við erum með hér á Íslandi og svo samnýting með annarri orkuframleiðslu eins og olíu og gasi. Og árið 2013, við erum ekki komið með fjárlög fyrir 2013 og þar sem það kosningaár þá eru þeir búin að koma sér saman að setja ekki fjárlög fyrir 6 mánuði inn í árið. Þannig að við erum að vinna á fjárlögum seinasta árs en þar verður áherslan ennþá að minnka kostnað og áhættu aðalega í umhverfisrannsóknum, í yfirborðsrannsóknum. Og þannig að síðari hluta fjármagns til þeirra verkefna sem að klára fasa 1 núna í janúar og desember, janúar, ef að þeim gengur vel þá fá þau næsta hluta fjármagnsins og svo erum við líka að reyna að draga olíuiðnaðinn með því að ýta undir samnýtingu með olíu og gasi. Og við erum með verkefni sem er mjög líklega að fara af stað í Texas til dæmis, rétt fyrir sunnan Houston og það verður markaðssetning líka með því að draga fólk niður og sjá að þetta gengur og þetta sé eitthvað
að olíufyrirtæki ættu að hugsa sér og það virðist vera sem aðal hindranirnar þar séu ekki það þetta alveg hagkvæmt og við höfum sýnt fram að þú getur gert þetta en þeir vilja bara ekki fá neitt nýtt inn á svæði sem er að afla svo mikils penings þannig að það þarf að sýna fram á að áhættan sé mjög lítil. Við berum okkur aðeins meira saman við olíu og gas en sérstaklega í yfirborðsrannsóknum og borunum þá á þetta við og því að þeir finna meira af olíu en við finnum af vatni og það virðist, þeir hafa bæði unnið meira í rannsóknarstarfi á yfirborðsaðferðum og sett mikinn pening í það. Þeir hafa líka gert mikið í kortlagningu auðlinda og kallaða Play Fairway Analysis sem ekki mikið gert í jarðvarma og eru með mjög góð jarðfræðilíkön. Meðan við ályktum heitt vatn og finnum það stundum og stundum ekki og skortur á viðvíkalíkönum, ég bjó þetta orð til, þetta þýðing á occurrence models, sem sagt þær uppbyggingar jarðfræðinnar og efnafræðinnar og jarðeðlisfræði sem að sýna að þar jarðvarmakerfi. Og þetta auðveldara kannski hér heldur en í Bandaríkjunum og sérstaklega þegar við erum að leita blindum kerfum. Ég hef heyrt þetta mikið þegar ég tala við tæknisamfélagið að við erum með nokkur með part af púsluspilinu en ekki allt púsluspilið. Og það Paul Brophy búinn að Dr. Paul Brophy búinn að setja upp róf af hugsamlegum uppbyggingum fyrir jarðvarmahitakerfi í Bandaríkjunum en það hefur ekkert verið tala mikið það í fræðiumhverfinu og fólk hefur ekkert gagnrýnt það sem þarf og hann vill fá. Við erum líka með rannsóknarverkefni sem að skoða uppbyggingu structure í Great Basin og reyna að byggja eitt púsl í þessu en það vantar önnur púsl. Að bora í olíu og gas stefnuborun mjög algeng, eiginlega bara algengari heldur en ekki og láréttar holur líka og þegar þú ert með sprungur sem eru mjög lóðréttar þá væri mjög eðlilegt að bora lárétt til að reyna að hitta fleiri sprungur en það erfitt að stýra í háhitaumhverfi sem að þeir geta gert vel. Þeir eru líka með sérbyggða bora, miklu meira af reynslu, miklum teymum, maður finnur sérstaklega fyrir það í Bandaríkjunum. Öll þessi 20 verkefni sem eru að bora, þegar þau eru að bora þá hringja þau vikulega inn í ráðuneyti og segja okkur hvernig gengur. Og ekki allir hafa ráðið reynslu mikil borteymi og það skiptir sköpum að hafa fólk sem kann að bora í jarðvarma. Ekki bara eitthvað fólk sem hefur borað vatnsholur eitthvað staðar. Og svo mælingar samhliða borun. Og það þýðir háhita mælitæki sem virka á þeim hitastigum sem við erum að vinna á. Og meðan við erum með takmarkaðan borteymi og skortur að hágæða bortækni. Ég setti það vantar, sést ekki alveg neðst en ég skal lesa það fyrir ykkur, en þetta kort niðri, þetta frá Baker Hughes vefsíðunni og sýnir boranir í gangi í Bandaríkjunum. Og þeir eru ekki alveg með jarðvarmann réttan því að þeir segja að við séum að bora eina græna einhvers staðar í austuri hlutinum og það er ekki rétt og það er ekki allir ormatboranir inn á þessu. En við erum að bora kannski 4-5 holur í einu en allt þetta bláa og rauða, það eru olíu- og gashólur. Og við sýnum bara munin á þessum tveim iðnuðum. Og svo bara jarðtækni, þeirra borhólutækni og söfnun og sending gagna upp og niður til að sjá hvar þeir eru að bora og hvernig bara miklu betri en í okkur og við verðum að bæta það til að vera jafn góð. Kort til að vita hvar við eigum að fjárfesta í hvernig við eigum í yfirborðsrannsóknum þá höfum við lagst í kortlagningu á leitartækni fyrir jarðvarma. Og við erum að reyna að skilgreina tæknileiðir og markmið, þannig að við getum sagt við erum að leita eftir styrkjum til að gera þetta. Og við höfum skiptið þessu upp í 6 flokka, jarðeðlisfræði frá yfirborði, þá erum við að tala skjálftavirknismælingar og mælingar á þyngdarsviði og andhverfing og betri greining gagna, jarðeðlisfræði úr holu, skjálftavirknismælingar úr holu, borholumælingar, jarðfræði og bygging, kortlagning á spennu og álagi, grundvallar jarðumhverfi, það var líkonin sem ég var að tala og lekt og samtvinnuð tölvumódel og það spilar inn í svolítið úr nokkrum. Fjarkönnun, hvað getum við gert úr lofti, bæði úr geim og úr lofti og þannig að við getum skoðað stór svæði í Bandaríkjunum. Jarðefnafræði, það eru hvarfleiðalíkön sem ég mun tala aðeins samsætuskipti og dreifing lektar og að finna ný merki og svo þverfaglegt hluti sem að blanda þessu allir saman, þróun og uppbyggingu jarðvarmakerfa,
þrívíð módel og gagnagrunnur af ferilsögum og greiningum og aðferðum. Og þessi vinna ennþá í gangi. Við erum komin með svolítið af markmiðum og þurfum að byggja þetta allt saman og setja þetta í tímaröð og hvað ætlum við að fjárfesta fyrst í og þannig að það mun vera næsta árið hjá mér. En dæmi rannsóknir sem við erum að vinna í, eins og hvarfleiðalíkanið sem ég var að tala þetta að gera, Lawrence Berkeley National Lab að vinna í þessu. Þeir eru að þróa hagnýtt og áreiðanlegt kerfi til að meta hita jarðvarma með samþættri greiningu á hveravatni, á borholuvatni, þannig að við getum tekið mörg vökvasýni og besta þau saman með hvarfleiðum þeirra til að reyna að meta líklegasta hitastig geymisins og sýnir það hvernig þetta virkar svona myndrænt uppi. Þeir eru búin að þróa hugbúnaðinn og vísindamaðurinn fór í frí og að koma aftur núna í lok sumars og ætlar að gefa þetta út í haust. Og þetta verður fáanlegt það er að fara á Lawrence Berkeley National Lab vefsíðuna og leita að GOT og þá ef þið hefur áhuga að skoða þetta betur. Þeir hafa líka gefið út rannsóknarskýrslur, ég heldur hafi talað í Stanford í fyrra. Verkefni til hliðar, greining og flokkun og uppbyggingu jarðkerfa í Great Basin, þetta er það sem ég talaði áðan. Þetta er verkefni í University of Nevada, Reno og eru að reyna að sjá hvernig sprungumyndanir benda til að jarðvarmakerfi sé í gangi. Þannig að þeir eru búin að skoða jarðhitakerfi allt Great Basin og eru að reyna að flokka. Þetta eru komnir með held ég 6 flokka og eru svo að taka öll kerfin sem við vitum og setja þá í einhvern flokk. Það er strax farið að nota þetta sem aðferð til að finna kerfi og Navy Geothermal Program sem finnur og vinnur úr jarðvarma í Bandaríkjunum meðal annars. Þeir eru farnir að nota þetta í Kaliforníu með góða reynd. Í bortækni þá erum við búin að vera fjárfesta í splundrunarborun eða spallation drilling í nokkur ár. Þeir hafa séð fram á að það er kannski betra að nota þetta til að víkka holur heldur en að bora alla holuna. En það sem þetta leyfir er að ef þetta virkar þá þarf ekki að vera að koma alltaf upp og skipta borbita, þú getur haldið bara áfram. Það er engin borbiti, þú ert að búa til í rauninni loga í vatninu við mikinn hita og þrýsting ofan í holunni og splundrar steinin. Þeir hafa sýnt fram á að þeir geti gert þetta í holu án kveikis. Þeir nái svarfinu upp úr holunni sem var spurning sem var snemma í ferlinu var ekki víst að þeir gætu og niðurstöður benda til að þeir geta aukið borhraðan talsvert. Notkun úthljóðs til að mynda sprungur. Þetta er verið að bora, þróa borholutækni á kapli til að greina sprungur í holum með því að nota úthljóð og sem virkar við það hitastig. Og við segjum alltaf 300 gráður og oft 10.000 metra dýpi til að þeir sé að vinna að háum hita og háum þrýstingi svo það virki alls staðar. Og þeir eru búin að prófa merkjabreytin og samstæðinu var lokið í prófinu á samstæðinu í janúar 2012. Þannig að þetta vinnst vel áfram. Og svo í orku og afurðaframleiðslu. Lífrænir málmvarmaberar í vinnsluvökvum. Þetta er mjög áhugavert verkefni í Pacific Northwest National Laboratory. Þeir eru að nota lífræna málmvarmabera, þetta er þýðing mín á Metal Organic Heat Carriers, sem eru nanoefni sem þeir eru að setja inn í vinnsluvökvann til að bæta varmaleiðnina og varmaburðarstuðul vökvans. Og þetta virðist vera að virka mjög vel. Alltaf einu sinni á ári þá látum við öll verkefnin okkar kynna fyrir 3 óháðum dómurum og öðru fólki og þetta hefur fengið mjög góða dóma. Og við báðum það og víst þetta virkar svona vel, er þetta eitthvað sem borgar sig kostnaðarlega, þannig að þeir gerðu smá hagkvæmnisathugun og þetta virðist virka á 100 dögum ætti þetta borga sig ef þú ert að nota R123. Þannig að við erum mjög spennt fyrir að sjá hvernig þetta vinnst áfram og gáfum þeim meira fjármagn í ár til að þróa þessu hugmynd áfram. Útdráttur steinefna úr jarðvökva. Symbol Materials er að draga lithium úr jarðvökva í Salton Sea svæðinu í Suður Kaliforníu. Og þeir eru að sanna að þeir geti gert það á hagkvæman hátt og betur en fyrri tækni gerði. Þeir eru búin að sýna að þeir þetta er búin að vera í gangi í yfir 1500 klukkustundir. Þeir 95% af lithiumnum úr vökvanum
og þeir ná að gera lithiumkarbonat sem nógu hreint fyrir efnarafala iðnaðinn. Og þetta til dæmis mjög, verkefni mjög sniðugt pólitískt út. Við getum framleitt í Bandaríkjunum lithium fyrir alla rafbílana sem á að framleiða í Bandaríkjunum næstu árin. Og það er annað markmið ráðuneytisins eru 1 milljón rafbílar á næstu árum og þetta eina orkuver sem þeir ætla að setja upp, þetta er af 50 megawatta orkuveri, getur framleitt allt lithiumið. Og núna kemur lithiumið aðalega frá Chile. Og svo samnýting með annarri orkuvinnslu. Það er einnar holu lághita koltvísýringsörvað kerfi. Þessi er einn af þessum hugmyndum sem er svolítið út úr kassanum og það er ekki víst að hún muni virka, en ef hún virkar og ef þetta verkefni virkar þá verður það ótrúlega spennandi. Það eru skjálftavirknismælingar eru hafnar við St. John's Dome og til að undirbúa verkefnið og öll vettvangsgögn verða mjög mikilvæg hvort sem þetta virkar eða ekki fyrir framtíðarverkefni. Og svo samnýting með olíu- og jarðgasvinnslu. Við sýndum fram á þetta í Rocky Mountain Oil Testing Center, RMATSI. Þar er þetta ríkisrekin olíusvæði sem er ekki með mikla framleiðslu þannig að holurnar eru að liggja niður í stundum. Það er svona caveat í að hún gekk 97% tíman sem holurnar voru í gangi. En þetta virkaði vel. Við vorum með 2 vélar þarna, bæði frá Ormat og frá UTC og erum nú svo að fara að flytja þessar vélar á annað svæði sem er með betri framleiðslu. Og svo seinast af svona dæmi verkefni í þessu portfóljó eru yfirborðsrannsóknir og borun 6 verkefni sem að bora 2012. Nevada Geothermal Power er að vinna með Ormat í Camp Geyser. Þeir eru búin að bora 2 holur og ætla að bora meira. Utah State University boraði 3 holur í Snake River Plain, Idaho og í seinustu holunni þá fundu þeir heitt vatn og það er líka á herstöð þannig að það mun mjög líklega vera framleitt og því að herinn vill hafa sína eigin orku. Það skiptir minna máli hvað hann kostar en þetta virðist að vísu vera það heitt að það er hægt að gera þetta á hagkvæman hátt. US Geothermal er að bora í San Amidio. Þeir eru búin að bora eina djúpaholu og nokkrar grinnri og eru að gera aðeins meira í jarðeðlisfræði og ætla svo að bora meira. University of Alaska Fairbanks er að bora lengst í norðri í Alaska, rétt hjá litlum bæ sem heitir Nome, Alaska og er ekki með mikla orkuþörf. En ef þeir finna eitthvað hér þá ætti það að geta uppfyllt allar orkuþörfir bæjarins. Þeir eru búin að bora 2 holur en fundu bara 90 gráður C í báðum en eru að bora 3. holuna, er að bíða til leyfi fyrir hana. En borárstíðin er mjög stutt þarna. Þú eru að fara með skipum skipum sem koma og seinasta skipi er að fara núna í ágúst, þannig að þeir verða að vera búnir þá. El Paso County er að mun bora í Fort Bliss, New Mexico og Pueblo of Jemez sem er Indiána þjóðflokkur í New Mexico ætlar að bora þar innan skamms. Svona til að ljúka hefðbundna jarðvarmatalinu þá þetta sýnir bara dreifingu rannsóknarverkefninu okkar á þessu sviði. Við erum aðallega að greina auðlindina, borun og orkuvinnslu. Aðal áherslan okkar er hér að finna jarðvarmakerfið og þar erum við rannsóknarverkefni sem þetta er tæknistig, Technology Readiness Level, sem við þróum þessi tækni er ekki langt komin á bara byrjunarstigi og þarna ertu farin að sýna fram á að tæknin virkar í alvöru umhverfi, þannig að í 7-9. Þannig að það sýnir að við erum með verkefni alls staðar og þetta er ekki öll verkefnin, bara svona dæmi. Í borun þá erum við ekki komin alveg lengst og reynum líka að vera með svona hugmyndir sem geta virkilega breytt eins og Los Alamos National Laboratory er að vinna að setja lítil bætiefni í leðjuna sem að valda svona pínulitlum sprengingum til að sprengja steinin þegar þú ert að bora til að auka borhraða til dæmis. Og það gæti virkað en kannski ekki. Þannig að við setjum smá pening í það, smá pening á bandarískum mælikvarða $300.000 og sjáum hvort það virkar. Nei, fyrirgeðu, þeir fengu $500.000. Og svo orkuvinnslu. Þar erum við, eins og við segjum, það er ekki svo mikið sem það þarf að gera hérna á lægri stigum en erum meira að sýna fram á hluti. Þannig að þess vegna er það meira til hægri.
þá erum við komin á örvukerfi sem að fær meirihlutann af fjármagninu í prógramminu okkar. Þar eru rannsóknir á lykilsviðum. Við erum með 6 stór verkefni sem við erum að reyna að sýna fram á að þetta virki allt saman. Þau eru að bora, þau eru að örva, þau eru að gera alls konar rannsóknir og mælingar til að reyna að sýna fram á og búa til og framleiða orku. Við erum líka með 110 rannsóknarverkefni á mismunandi sviðum. Sprungugreining, samtvinnulíkön, háhitatæki og mælar, boranir og frágangur hola og einangrun hluta, holu eða svæði sem svona dæmi áherslusvið. Og árið 2013, aðal áherslan við erum búin að vera með þessi 6 verkefni í gangi sem eru búin að vera í gangi síðan 2008. Hvað getum við gert til að ýta þessu áfram enn frekar? Og þegar maður gefur út styrk í Bandaríkjunum þá styrkurinn fólksins sem fekk styrkinn, þannig að það ræður hvað að gera og við fylgjumst með. Við viljum koma fólki betur saman og vera ekki eins háð einkafjárfestum og ýta hugmyndinni örvukerfi hraðar áfram. Og til að gera það þá heldum við þurfum að hafa ríkisrekið rannsóknarsvæði, eða það væri í eigu einkaaðila, örugglega rekið af einkaaðila en stjórnað af ríkinu, er módelið sem við erum að koma með. Þar sem að fólk getur bæði komið að verða holur, það verður mikið af mælingum til að mæla hvað í gangi. Það verða mismunandi aðilar geta komið og prófa mismunandi tækni og vonandi getum við líka haft holur til að þar sem þetta verður að prófa nýja bortækni, nýjar mælitæknir, þannig að hafa miklu frjálsari aðgang að rannsóknarsvæði. Þetta er svona laboratóri sem úti. Og síðan og allir myndi vera að spila þátt í þessu. Lykilhindranir fyrir örvukerfi, það eru borun, þannig að minnka borkostnað, þannig að við erum að vinna í nýrri borholuhönnun og borholunarbestun. Geymisgerð reservoir creation, greina staðbundna spennu, einangra borholuhluta, nýjar aðferðir við sprungumyndun, auka sprungusvæði sem við búum til og í kring hverja borholu, auka framleiðni, án þess að auka þrýsting of eða valda staðbundnu streymi, þannig að við tökum allan hitann úr kerfinu og svo sjálfbærni, hvernig höldum við þessu gangandi. Og þetta eru svona dæmi það sem við erum að vinna í þá, sporefni, líkanagerð, stýring á snúningssporum, láréttar holur og vonandi þegar við erum búin að gera þetta allt saman, þá getum við búið til nýja jarðvarmageyma. Dæmi verkefni á þessu sviði eru til dæmis í bortækni og ljósleiðaratækni. Borholutækni. Við erum með 2 verkefni, við erum með fleiri af þessu, en 2 eru frá Draka Cable og Lawrence Berkeley National Lab. Kopar trefja kapall fyrir vöktun og jarðhitakolum. Að þróa háhitakapall/mæli, kapallinn mælirinn, með ljósleiðaratækni sem stenst betur áhrif vetnisdekkingar sem vandamáli í ljósleiðaratækni og endist lengur en núverandi tækni. Og þeir eru búin að yfirborðsáferðir eru búin að velja fyrir sem virka við 300 gráður og eru búin að klára vetnisprófanirnar og eru komið með frumgerð af kapli sem á að prófa upp í Idaho. Og svo Lawrence Berkeley, þeir eru búin að prófa sitt kerfi í Idaho og reyndist vel og eru að vinna úr niðurstöðunum núna og vinna þetta áfram. Og þeirra tæki ljósleiðari og varmatruflunarmælingar sem að þú hitar holuna og mælir hvernig hún bregst við því til að reyna að sjá sprungur. Lawrence Livermore National Lab, sem líka í Kaliforníu, búin að búa til tölvulíkan sem þeir að reyna að búa til þeir kalla þetta á ensku testbed fyrir EGS. Þannig að þú getur prófa að gera örfunina þína í þessu líkani og áður nú gera það í alvörunni. Og það sem við höfum tekist að gera að gera okkur kleift að hafa sprungur sem eru fyrir í tölvulíkaninu bregðast við nýjum sprungum sem myndast við örfunina. Og þeir eru að byggja fleiri verkefni innan rannsóknarstofuna sem tengjast ekki í jarðvarma á þessu og þetta hefur reynst svo vel. Og svo aðeins, við höfum unnið í mörg ár núna, síðan held ég að þessi vinna hófst áður en ég kom í ráðuneytið 2006 að leiðbeiningum fyrir skjálftavirknismælingar og manngerða skjálftavirkni. Og árið 2011 kom út svona endurbætt leiðbeiningabók fyrir örvuð kerfi þá aðalega
og öll EGS-verkefni ráðuneytisins fylgja henni og svo árið 2012 koma út svona bestu aðferðir, best practices, hvernig best að framkvæma þessar leiðbeiningar. Og svo einangrun borholusvæða, þetta mikið vandamál, mikið rannsóknarverkefni. Hvernig getum við passað að flæði fari ekki á eitt stað eða hvernig getum við, þegar við komum með flæði sem við viljum á eitt stað í holunni, hvernig getum við einangra það til að fá svæði í annar staðar í holunni þar sem við viljum búa til stærra sprungusvæði. Og hérna CTD Inc. er búin að vinna þessu með bæði eðlisfræðilegum, physical framhjáleiðurum og efnafræðilegum. Þeir eru búin að prófa einangraða hluta kerfisins og eru núna að byggja þetta allt saman. Altarock Energy er komið lengra. Þeir eru með efnafræðilegum framhjáleiðara sem þú setur honi í holuna, einangrar holusvæði og eyðist svo upp og er úr þannig umhverfisvænum efnum að það hefur ekki áhrif á kerfið eða umhverfið. Og þeir eru búin að prófa þetta tvisvar með góðum árangri og munu nota þetta núna þegar þeir eru að fara að örva sitt stóra kerfi í Newberry, Oregon, núna seinna í sumar. Það er inngangur í rauninni að þau sýna hvar okkar 6 EGS-verkefni eru. Það eru 6 verkefni, Ormat er með 2. Þeir eru búin að gera margþrepa örvun á Desert Peak í Nevada og gekk vel. Í holu sem var áður, þetta er á hefðbundnu jarðhitasvæði. Þetta var hola sem framleiddi ekki vökva áður en er farin að framleiða núna. Geysers Power Company sem er í Geysers svæðinu í Kaliforníu, þeir fóru inn á svæði sem framleiddi ekki vökva lengur. Þeir fóru undir hefðbundna jarðvarmageymir í heita steinin sem var þar undir, örfuðu hann og eru búin að reikna að þeir gætu fengið alltaf 5 megawatt út úr því. Þannig að það er mikið árangur þar og við erum mjög ánægð með það verkefni. Ormat er að fara að örfa líka í Brady's Hot Springs núna seinna á árinu. Ég ætla að geyma þess Altarock, University of Utah, það hefst líka 2012 örfun þar í Raft River og Naknek er upp í Alaska og þeir eru í gjaldþroti þannig að það verkefni mun líklega ekki halda áfram. En Altarock, það er eiginlega svona aðal, myndi ég segja, örfaða kerfi verkefni okkar og til öll hin eru annarkvort á eða á útjaðri hefðbundna jarðvarmaorkukerfa. Altarock er í Newberry, það er hana lengst til hægri, í Oregon, afskaplega fallegt svæði. Það er mikill hiti í jörðu og búið að bora nokkrar holur, búin að finna mikinn hita 400 gráður C, en engan vökva. Þannig að ef þeir geta sýnt fram að þeir geta búið til kerfi þar, þá væri það mikil framþróun. Og þeir eru núna þeir að bora holur fyrir skjálftavirknismælingar og ætla að hafa skjálftavirknismæli bæði á yfirborði og í holum til að reyna að sjá betur hvað þeir eru að búa til hann undir og byrja að bora örugglega. Ég held að það sé september eða október sem það á að hefjast. Og aðeins meira, þetta er bara Geysers-verkefni, þetta sýndi að svörun bergsins niðri var í beinu samhengi við niðurdælinguna og þeir komu tengingu á milli þessar tveggja geyma og hefur sýnt breytti í hvernig við skilgreinum þessa geyma. Það er meira fjármagn í EGS heldur en hefðbundnum jarðvarma en það er líka meira sem þarf að vinna í. Þannig að rannsóknir á því sviði er aðalega í greining auðlindarinnar, geymisgerð og sjálfbærni en þið sjáu hún er yfir alla flóruna frá alveg upp af rannsókna og alveg fram í að sýna fram á hún virki á öllum sviðum. Og við búumst við að portfólíón haldi áfram að líta svona út næstu árin. Seinasta sviðið okkar er greiningasviðið. Og það fær 4 til 5 milljónir dollara á ári til að gera kostnaðarlíkön, til að vinna í alþjóðamálum, kortlagning leyfisferlinga, leyfisveitingaferla. Þeir eru líka að hanna, prófa og safna gögnum fyrir landsdreifingakerfi jarðhitagagna í Bandaríkjunum og áætlunargerð og greining fyrir EGS rannsóknarsvæði sem við erum að skipuleggja. Þeir sjá skipulegningu og greiningu. Framundan er bara að halda þessu áfram. Og ég er með aðeins meira kortlagningu leyfisveitingaferlana. Þetta hófst núna í vor og við ætlum að reyna að vera búin með kynna fyrsta stigið eða fyrstu niðurstöður á GRC fundinum í lok september og október.
Þetta flókið í Bandaríkjunum, við ætlum að byrja á 8 fylkjunum þar sem mest í jarðvarma. Þetta á 3 stigum, alríkis, fylkis og sýslu og allir gera þetta öðruvísi. Og jafnvel alríkis, ég með 2 verkefni, til dæmis 1 í Nevada og annað í Oregon. Ormat að gera þau bæði, þau eru en alríkis leyfisferlið öðruvísi en Nevada heldur en það í Oregon. Og þú átt bara að vita það. Og Ormat fekk að vita 2 árum eftir þið byrja að vinna í verkefninu. Þannig að, og Ormat einn af reynslu meiri í bransunum. Þannig að það mikil þörf að fá fólk til að tala saman. Og þannig að við ætlum ekki bara að kortleggja þetta. Það mikil stuðningur frá iðnaði eins og geta ímyndað ykkur. Heldur líka, við ætlum að rannsaka, tala við lykil embættismenn og fólk í alríkisstofnunum og leyfisveitingastofnunum mjög áhugavert þetta. Áhugasamt. Það vill koma og setjast með okkur og tala og hvernig getum við gert þetta betur og hvernig getum við minnkað vinnu þeirra og gert þetta hraðar. Þannig að við ætlum að reyna að benda á flöskuhálsa og sviði sem skarast og þegar fólk að gera þetta mismunandi hátt, koma svo öllum saman á sama borði og tala hvernig við getum breytt þessu. Og svo National Geothermal Data System, þetta var fjármagnað með björgunaraðgerðapakkanum. Það fóru rúmlega $20 milljónir í að hanna og prófa kerfi fyrir landsupplýsingakerfi fyrir jarðvarmagögn í Bandaríkjunum sem voru ófáanlega, voru nokkrum netmiðlum, gáttum en ekki allt og safna svo meiri upplýsingum og við höfum fengið öll 50 fylkin, hvert fylki með state geologist og þeir hafa allir fengið pening til að taka þau gögn sem þeir eru með á sínum skrifstofum og setja inn í kerfið eða gera þess aðgengilegt á vefnum. Og þetta eru öll gögn, þetta ekki bara jarðfræði og jarðeðlisfræði og daglegar borskýrslur, heldur líka kostnaðarupplýsingar, rannsóknarskýrslur, gögnum hvernig, ef við fjármögnum orkuver þá fara vinnsluupplýsingarnar þarna inn til dæmis. Og nálgun, þetta dreift kerfi, veitir netaðgang og við erum að safna nýjum og gömlum og við búumst við að þetta verið búið 2014 og ég setti fyrirlesturinn verður fáanlegur á vefnum og ég setti nokkrar heimasíður sem geta hjálpað. Yfirlit Boise State háskólinn að stjórna þessu. Þeir eru með svona yfirlitssíðu, fylkisgögn fyrir öll 50 fylkin. Þetta eiginlega lengst komið og gaman að komin gögn þarna inn á og svo ef þið viljið hlaðin gögnum fyrir kerfið þá getið þið gert það. Og svo framtíðin og meiri upplýsingar. Það sem framtíðin ber í skauti, ef fjárlögin gangi í gegn eins og við vonum að þau gera, það eru miklur möguleikar og hitaforðinn mikill. Og bæði tæknilegir og mikið sem við getum fundið. Þannig að það eru tækifæri fyrir miklu meiri útbreidda notkun jarðvarma í Bandaríkjunum. Jafnvægi í fjárfestingum, við viljum hafa bæði náttúrulegur eða hefðbundin jarðvarmi og yfirborðsrannsóknir, EGS-rannsóknir og vettvangsverkefni sýna fram á þetta virki. Og rannsóknarsvæðið, þannig að þetta á alltaf vinna saman. Og ég vildi búast við að halda áfram að vera kannski 20-30% og 70-80% í þessu. Það þarf að takast á við hindranir sem tengjast ekki tækninni og eins og leyfisveitingaferlanir og mikið af því það sama og önnur orkutækni að berjast við. Og svo hvað árangur? Hvernig skilgreinum við árangur? Það ef við finnum fleiri svæði, það komin meiri jarðvarma orkuvinnsla í Bandaríkjunum á næstu árum, minnkaður og fyrirsjáanlegur áhættuprófíl, þannig að fyrirtæki geti farið til banka og til fjármálafyrirtækja með einhvern áhættuprófíl sem þeir skilja og geta fjárfest í. Og áræðanlegt og sjálfbært viðskiptafæri. Það í rauninni það sem við nýta iðnaðinum áfram. Og fyrir meiri upplýsingar þá erum við með frekar fína heimasíðu. Ég ætla sérstaklega að benda á að þið hafi áhuga á verkefni í Projects. Þar banki yfir öll verkefnin okkar. Þannig að þið getið leitað eftir fylkjum, eftir rannsóknaraðferðum, eftir þeim sem að gera rannsóknirnar og við erum að bæta inn nýju verkefnunum okkar en þetta og við setjum líka inn frá þar sem við látum verkefnin kynna sig á hverju ári og eru dæmd, það líka sett hann inn. Þannig að bæði kynningarnar sem þau gefa til að setja summary og svo skýrslan hvað fólki fannst sett inn á. Og gefur mjög góða innsýn inn í verkefni og við látum þau segja okkur mikið sem þau myndi kannski ekki endilega segja annars. Og með því ætla ég bara að opna fyrir spurningar. Takk fyrir.